Félag eldri borgara á Suðurnesjum á sér langa sögu á svæðinu en félagið fagnaði núna 30 ára afmæli nýlega og bauð til veislu. Við kíktum auðvitað og fengum tertu. Vildi ég að alltaf yrði við áhyggjurnar laus sem nú. Allt fer hér á eina vegi, í átt til fundar mjakast þú. Guðrún, þetta eru stór tímamót. Félag eldri borgara á Suðurnesjum 30 ára. Hvernig gengur starfsemin? Starfsemin gengur bara mjög vel. Eins og sjá má, það var smá hátíð hérna áðan og ennþá og allir að fá sér kaffi með kökunum. Og það gengur bara alveg frábærlega vel og allir mjög jákvæðir og bara ánægðir með þessa starfsemi. Hvað eru margir í félaginu? Svona rúmlega, eiginlega tæplega 2500. Og hvernig gengur þetta fyrir sig? Ég hef eitthvað heyrt það að maður fái meldingu þegar maður verður 60 að þá sé maður komið inn á aldur til að ganga félagið. Sko við reynum að koma því á framfæri og svo náttúrulega biðjum við bara félagsmennum að reyna að koma orðinu áfram og krækja sína vini og þannig að það er alltaf að bætast við í félagið. En er það aldurinn, 60? 60, já, pluss. Hvað er það að gera? Er það að fara í ferðir og spila eða bara alls konar? Já, sko það er bingo alltaf einu sinni í viku og síðan er bridge og það er félagsvist einu sinni í viku, síðan eru gönguhópar, það er sundlaugkvimi, síðan förum við í leikhús og ferðir svæðin og gistum jafnvel á hóteli einhvers staðar upp í sveit. Við vorum síðast daginn á Hótel Selfoss, ofsalega skemmtileg og flott ferð, 2 daga ferð og það er alltaf verið að reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Svo höfum við náttúrulega þorrablót og árshátíð og ýmislegt svoleiðis. Er þáttakan hjá félagsmönnum góð? Já, hún er mjög góð og bara alltaf, það er eiginlega alveg sama hvað við gerum, það er alltaf mjög vel svo. Að festu þinnar trotni trén. Allt hið góða í heimi haldi, í hönd á þér og með þér sé. Sigurður, þú varst nú formaður hérna í félagi eldri borgara. Þetta eru tímamót, 30 ár hérna á Suðurnesjum. Já, virkilega. Þetta er búið að vera mjög öflugt hérna og við höfum verið hérna næststærsta félagi á landinu og mjög öflugt starf. Hvernig við erum búin að fá að heyra á formannum að það sé mjög fjölbreytt og mikið starf. En hvernig, við höfum séð að þú hefur verið að tjá þig svolítið stöðu eldri borgara. Hvernig hefur áhyggjur af henni? Já, vissulega sko. Ég segi það er stærsti hluti eldri borgara hefur það alveg ágætt. En það er hluti af eldri borgurum sem í neðsta þrepinu og þeir hafa það mjög slæmt. Og ég hef haft áhyggjur af því að stjórnvöld hafa ekki vilja gera neitt fyrir þennan hóp. Því að það er hægt að laga kjörin og við erum bent á það, til dæmis með því að hækka svokallað frítekjumark á lífeyrissjóðstekjum. En svona öðru, ertu duglegur að sækja samkomur og viðburði hjá félaginu? Já, ég hef verið það í gegnum tíðina. Þetta er mjög og núna fer að rætast úr og eftir COVID-ástandi, nú verður fjör aftur. Já, er ekki svona fólki svona vissilega létt, getur við sagt það? Ég held að því að sko sérstaklega margir sem náttúrulega búa einir, þá hefur þetta verið skelfilega erfitt ástand. En nú er bjart framöndan. Er þetta ekki gríðarlega mikilvægt þessi félagslegi þáttur, ekki bara þegar maður er yngri, ekki síður þegar maður verður eldri? Ég held það og sérstaklega núna eftir að COVID faraldurinn gekk, þá náttúrulega voru margir einmann og margir einir heima, en nú sem betur fyrir það gengið yfir og vonandi kemur það ekki aftur og þá er fólki bara alveg tilbúið að koma og vera með okkur og bara vill hafa líf í kringu sig. Fannst þér hvað getur við sagt, fannst þér þetta koma illa niður hjá mörgum, COVID-ið? Ég held það frekar og sérstaklega náttúrulega félagsstarfsemin hjá okkur. Við vorum búin að undirbúa bæði
alls konar ferðir og leikhúsferðir og ýmislegt að gera og fá ræðumenn til þess að koma til okkar en svo bara var alltaf bara smellt í lás. Þannig að við erum bara að byrja núna fullum krafti aftur. Þannig að það er búið að, já, þetta félagið 30 ára, það sýnir það að það er búið að vera góð starfsemi hérna fyrir eldri borgar á Suðurnesjum í áratugi. Já, það var nú reyndar styrktarfélag aldraðra, var forveri á þessu félagi og það var stofnað 1975 og það byrjaði á því í sambandi við Gísla Grund og það byrjaði svona með, var raun og veru bara upphafið að þessu. Síðan var það lagt niður og þetta félag var stofnað fyrir 30 árum síðan. Og þið ansi margir sem búa hérna, já, við getum sagt í þessari félagsmiðstöð sem Nesvellir hérna í Njarðvík eru. Já, og það er nefnilega svo þægilegt fyrir þá sem eru kannski og eiga ekki gott með að fara úr húsi eða gott með gang, að þá geta þau komið hérna niður og til dæmis alltaf alla föstudaga, þá eru léttir föstudagar og þá erum við með hljómsveit annan föstudaginn og þá er spilað og sungin ættjarðarlög og fólki getur óskað eftir þessum lögum, það er bara óskalisti, við erum með bækur, söngbækur. Hinn föstudaginn þá sér annarkvort Hrafnista eitthvað skemmtiatriði eða Reykjanesbær. En það er alltaf eitthvað fjör hérna alla föstudaga, fyrir utan náttúrulega alla hina dagana líka.